og ég var að tala við einna við prest daginn sem var að tala PISA-könnuna sem sagði að samkennd hjá börnum á Íslandi væri bara mjög lítil miðað við nágrannalöndin. Hefur eitthvað orðið var við þetta? Á þessu eru nokkra hliðar. Þar klikkuðum við, ég og þú og mamma þín og fleiri, sem það er okkar kynslóðir í því að við kannski gáum ekki börnunum okkar nægan tíma. Við kendum þeim ekki til dæmis orsök og afleiðingar og við vorum ekki að við vorum svona örlítið að ofvernda þau á einhvern hátt. Og það er til dæmis eins og þetta með þennan hnífaburð eða vopnaburð. Það er orðið ansi mörg ár síðan að ég hef talað um það að þetta var alveg orðið sýnilegt. Það sem aftur á móti var þá ekki, það var það þau voru að vera að beita, draga hníf og stinga og skera eða eitthvað slíkt. Sko. Þau voru, mörg þeirra voru með hníf eða skrújárn eða hamar eða eitthvað innan á sér. Sko. Svona sér til verndar. Ég veit ekki, það er ekki bara það ég sé framsóknarmaður, ég er heldur ekki með stúdentspróf, ég gerir stundum grín að því. Þannig að ég kann ekki öll þessi fræði en ég held að það hafi það ykkur áhrif þegar þau eru að spila einhvern tölvuleik eða horfa á sjónvarp, þau geta bara ítt á pásu og byrjað upp á nýtt ef illa gengur, sko. Þannig að þau læra ekki alveg endilega að það eru afleiðingar af þau gerir eitthvað. Já. Og við erum kannski ekki nógu dugleg að leyfa þeim að læra að það eru afleiðingar af einhverju. Ungmennin eða unga fólki það áttar sig ekki á því hvað afleiðingarna geta verið alvarlegar af jafn litlu. Þegar að þetta menningar næturmál kom upp, ég var að vinna reyndar þá. Já. Og þá fóru fjölmiðlar mjög mikið af stað. Ég veit ekki, 94 það er þá komin 30 ár síðan. Þá er stúlka frá Akranesi sem er að skemmta sér í bæ. Já. Og hún lendir í átökum við aðra stúlkur og það trampa það illa á henni að hún bara varanlega skaða af. Já. Þessi stelpa hún er, ég veit ekki alveg, ég held hún er ekki sjálfberg og hún þarf aðstóð í dag með allt sitt, hjólastólið. Þetta myndband það hefur verið einhvern tíma sýnt held ég viðtal við umhverfið hennar, fólkið hennar og ég nú að segja sko, þú veist, fyrir 30 árum síðan þá gerðist alvarlegur hlutur og þetta gerist alltaf aftur og aftur með þanniglags reglum hætti, við sáum það bara eins og í þessum fætslagsmálum en okkur vantar alltaf að halda því uppi hvað afleiðingarna geta verið slæmar. Og ég held til að það væri alveg ráð að þetta viðtal yrði endursýnt ef við komum til leyfir það og fjölskylda. En að unga fólkið okkar átti sig á því að það eru afleiðingar. Og þó að þú haldir að það sem þú ert að gera ekki neitt, getur haft miklar afleiðingar. Já, en það og þarf að lifa með því sem eftir lifir ævinar. En það svo, það sem að hræði mann að, þú veist, ef að börnin hafa ekki samkennd eða litla, að þá þeim alveg sama, þú séu afleiðingar. En þau til dæmis skilja jafnvel ekki orðið samkennd. Það líka hluti af vandanum, sko.